Jæja. Jæja, Barbara, hvað segirðu gott? Ég segi bara ágætt. Það ekki? Jú. Hvernig ættu? Herði, bara var búin að gleyma þessu. Var að hlaupa hérna inn bara og setjast niður. Já, ertu að setjast í þig? Nei, alls ekki. Það ekki? Wow. Akkurat út af þessu er ég ekki alveg ná að setjast í mig. Varstu að segja mér þetta var live á Facebook? Þetta er live á Facebook, nú getur fólk bara kommentað og beðum tökum einhverjar spurningar fyrir. Við ætlum að halda áfram að tala um jólin. Er það málið með að hafa þetta á Facebook? Líka já. Já, mætti halda við tölum ekki saman, ég vissi ekki. Það mætti halda það. En sko, svo er jólaleikurinn, hann verður kynntur á föstudaginn. Ok. Og það eru komnir sko peningaverðlaun, flugeldar, nammi frá seiðkallinum, svona hunang. Þannig að maður komið hunangi að náttúr og svo hvað er aftur meira mann? Það er pizzaskóli, Grazzi. Já, einmitt. Það er Alva á hótel með hótelgistingu. Þetta er algjör það er hana. Er þetta ekki kallað algjör negla? Þetta er bara negla sko. Herri, þú ert með eitthvað plan hérna fyrir þennan þátt? Já, heldur betur. Já, var ekki heldur búin að kíkja við það? Nei. Það er ekki þér að kenna, það er mér að kenna. Já. Tekað á mig. En við ætlum að tala um svona erfiðu hlutina við jólin. Já. Tölum að svona þetta skemmtilega síðast. Já, og pínu rugla. Já, svona ruglaða líka. Þessar rugluðu hefðir. En þið eru endilega að hlusta á þann þáttu og ekki hlusta á hann. Þetta heitir Von Ráðgjöf, hlaðvarp-lausnarinnar. En það er missirinn, er kannski fyrsta. Þú veist, fyrstu jólin án einhvers, fyrstu jólin eftir skilnað. Skilnað sem hún vildir ekki, væntanlega þá, þú veist. Nei, býtu, leið mér nefnilega að stoppa þig þarna. Já, hvað er með Af því að þetta er oft svona hugsunahátturinn. Þú veist, sá sem vildi þetta ekki, hann þjáist. Sá sem að biður stundum skilnaði líka, þetta er ekkert alltaf auðvelt fyrir hann. Af því að hann er líka að syrgja kannski sko það sem aldrei varð. Og þannig að þetta er ofta erfitt bara fyrir báða. Já, algjörlega. Já, þetta er kannski bara öðris erfitt, skilur. Já, ég meina ekki allt öðris erfitt fyrir bara alla. Já. Það er engin upplifin neitt eins. Líka bara, ástvina missir. Já. Þú ert nú að fara gegnum það núna þessi jólin. Já, heldur betur. Það er eitthvað, þú ert með eitthvað hana. Þú ert með eitthvað lista. Já. Sorgarstigin. Já. Þú veist, þau eru náttúrulega afnötun reiði samninga verið þarna sem við höfum okkur sjálf þunglind og samþykki. Þú veist, í þessari röð sko. Og það er náttúrulega eftir hvað komið langt inn í sorgina, þú veist, þegar jólin koma, hvað er langt sem þú mistur eitthvað. Þetta er samt að, það er jólin, einnig fólk sem fari ekki að hitta börnin sín. Já. Það er líka ótrúlega erfitt. Já, og barnabörn, þú veist, og foreldra, það er svo margt í þessu sem er bara erfitt. Já. Jólin, sko, fyrir marga er bara svona hátíð, gleði, von, friður, þú veist, fjölskylda, sammenning, allt þetta. Já. En svo er þetta oft rosalega erfitt fyrir marga. Af mörgum ástæðum. Ekki bara þessum, heldur bara mörgum öðrum ástæðum. Svo við förum í betur líka, búin að fara gegn sorgina, en það er náttúrulega, það er svona kannski úrvinnslan á sorginni sem getur gert sorgina mun bærilegri. Og þegar við lærum að vera, eða þú veist, ég til dæmis mjög gott að hugsa til systra mína. Já. Mjög gott að ég með þar á símanum mínum, eitt af þessum fjöldamynda sem að byrtist á frontinum hjá mér, og mér finnst alltaf gott að sjá myndina af þeim og hugsa til þeirra og þakkláti fyrir minningarnar, og það er oft þegar við verðum, þegar sorgin er okkur þungbær og við erum kannski búin að takast á við hana, og þá förum við líka á við að missu það að geta heiðrað minningu þeirra sem eru farnir. Með því að tala um það, tala um góð minningarna, tala um það sem var skemmtilegt, af því það er það of þungbært. Og þá erum við svolítið að ræna okkur sjálf af því að sorgin er ekki slæm tilfinning, heldur getur líka verið heiður og virðing til einhvers. Já,
ég held að það sé líka, ég veit, kannski líka stíin sem þú ert að tala sko, hvar maður er stattur fyrst þetta náttúrulega mjög þungbært. Já. Svo lærir maður einhvern veginn að ganga við hliðin á sorginni, þú veist, lifa með henni, en svo það líka með sorgina, þú veist, að þú getur reynt að sko vinna þig frá henni, þú er ósala upptekinni vinnu, eða sko þetta ekki vinna með þig frá henni. Nei. Já. Og vera bara, þú veist, hvað ég segja, ósala upptekin, drekka þig frá henni, borða þig frá henni, þú veist, allt þetta. En það eina sem að sorgin gerir er að hún býður bara eftir þér. Það tíminn læknar ekki sár? Nei, sko það getur gert það, en það getur líka, sko, eins og ég segi, þú veist, ef við leifum sorgin að koma, við leifum okkur að finna fyrir henni, fari í gegnum hana þegar hún bankar upp á, að þá, sko, og vinnum með hana, þú veist, það sjálfsögðu, þú veist, vinnum með hvað svo sem það er sem við erum að gangi í gegnum. Ef við gerum það, þá er auðveldara að lifa með þessu. Þetta fer aldrei, þetta er ekki eitthvað sem að bara grær og við sjáum aldrei aftur og finnum ekki fyrir, en við eigum auðveldara með að lifa með þessu, ég segi, bara göngum við hliðina á henni. Já, ég man eftir í þegar að ég var að setja fram að tölunum mína eins og ég man þegar litla systir mín dó 2011 og þá var svona sagt ég er að vera sterkur með fjölskylduna mína. Ég man að ég fó bara svona í eitthvað hlutverk, að vera sterkur og gleymdi alveg að syrgja hana sjálfur. Ég fatt að ég man ekki hvað ég er svo lélegur með tíma og sko það var 1 eða 2 ár eftir að það er ég að horfa á tölvuskjáa minn og ég horfa alltaf svona skakkur á hann. Og svo bara, akkur er ég horfið alltaf á tölvunum svona? Svo lítið upp í horni sko, þá stóð á mappa sem ég tarpa Björt, sem voru myndirnar af lillsystur minni sko, þú veist, þá var það mikið að forðast þetta var með það þungbært að, þú veist, að ég gat ekki einhvern veginn horfst í auðvita sko og þá fór ég að vinna með þetta og þarna er samfélagið ótrúlega mikilvægt sko og mér finnst þetta með svo ótrúlega gaman að reyfi upp eitthvað skemmtilegt sem að, þú veist, eitthvað sem að var fyndið eða eitthvað sem að ég gæti ekkert ef þetta væri mér of þungbært og þarna kemur náttúrulega kannski trúin líka sterkinn ef maður á hana, þú veist, hún hjálpa mann í sorginni að vita að þetta er ekki upp á endur alls hér ef það er það sem maður trúir. Já, svo líka held ég þegar maður er búin að vinna svo mikið með sko söguna sína og allt það, þú veist, í kringum allt svona þá er líka bara stundum sko gott, já, þú veist, það er allavega heilun í því að rifja líka upp það sem var erfitt. Já, skilur, algjörlega. Geta að tala um það, eiga frelsi til að geta tala um það. Alveg hárrétt ég það er mikilvægt sko. Já, mjög gott sko, þannig að þetta, þú veist, þannig að ég man eftir fyrstu jólunum eftir að litla systir mín dó og þau voru erfið, þótt hún að dáið í apríl, skilur, þú veist, að þá samt sem aður eldri systir mín sem dó í febrúar en þú veist, þá var samt voru jólin ótrúlega erfið. Já, ég meina, ég er ekkert viss að það bara taki ára að jafna sig. Nei, bara langt í frá en það var svona allt þetta fyrsta er ofta erfiðast samt. Já, af því að það er fyrsta reynslan í gegnum það. Já. Þú veist, og hérna já, ég meina og svo er það líka þetta sko, að þú þekkir eitthvað sem er nýbúin að missa einhvern tegðu þig til viðkomandi jólin af því að oft eigum við líka ótrúlega erfitt með að biðja hjálp og erum jafnvel kannski bara ein af því að samfélagið okkar það er aldrei betra eða sterkara heldur en við sem búum í því sko og við getum öll teygt okkur til einhvers þú veist að hérna ef það er eitthvað sem þú veist sem að er að syrgja eða því að það er líka þetta sko oft finnst okkur svo erfitt að þið veitum ekki hvað að segja og það er það sem maður heyrir oft hjá þeim sem að fara gegn mikið missi sko, þú veist að fólk var að forðast mig, þú veist ekki sjá mig og allt er þetta því við vitum ekki hvað, því við höldum við þurfum að segja eitthvað en í sorginni þarf maður ekki að segja neitt. Nei, þetta er bara að vera til staðar. Mér fannst það best fólki sem satt bara við hliðina á mér sko. Þú veist, þú þurftir ekki að segja neitt. Nei, að því ég meina strúka saman í axlirnar og þú veist vera bara þarna.
Já, ég held líka sko þegar þetta eru fyrstu jólin, fyrsta þetta, fyrsta hitt, allt, Já, skilur. algjörlega. Þú veist, ég meina, ef að, kannski, þið langar að setja diskinn á borðið, settu diskinn á borðið, skilur. Það má bara. Þú veist, hvað svo sem maður þarf að gera í sorginni, það maður sé ekki meira, þá bara má. Veitu, við erum ekki Nei, allt Ok bara Ég er bara ekki, þú byrjur, Þú veist Þú veist Því bara þá kemur hérna kannski bara, þetta er bara dæmi, kemur kærastinn heim með tré sem hann er búinn að höggva sjálfur, dregur það inn og kærastan fær algjör sjokk og segir hvað heldur þú sért að gera, hvað Akkurat. meinar ég að koma hérna með þetta æðislega greinitré, finnur ekki lyktina af þessu og ætlar að planta inn í stofu og undan Vel því gert. skrýður kónguló og eitthvað svona og hún bara megar þetta ekki og segir heyrðu býta en ég erði hérna hríslun hennar ömmu sem hefur alltaf verið einhvern veginn heima hjá mér og þá sem já býta þú getur ekki eins og niður sett jólasöri á þetta það er enga greinir eftir þú þetta vefja því bara utanum og hún segir já en þannig hefur það alltaf verið hvort eigum við að hafa þú veist alveg jólatréð eða hrísluna Það er nefnilega bara við þurfum ekki störa að hittast þannig í miðunni já þetta er svona skýrt formum að það er ekki búið að tala um þetta Akkurat, Ekki búið að ákveða. hvernig erum við með þetta? Við? Já, ég bara vann. Það er bara gervitré. En ég leiði þér alveg nokkur ár. Já, já En það er bara litlu, sko, pötturnar sem skriði undan þessu. Og þú veist, já, nei. Og hérna, hitt er bara mjög til einhvern veginn einfalt. Sem minnum að við þurfum að setja tréðina fram. Já, við þurfum að gera það Gerum það eftir. En þú veist, þegar við stöðlum á opnum og heiðalögum samtölum jólaplönin og væntingar, þá styrkjum við tengslin okkar í staðan fyrir að fara í jólakötti með stressið. Já. Þegar hvað gerir kortisólu fyrir okkur? Akkurat ekki neitt, sko. Eða þú veist, ekki í þessu tilfelli, sko, gera það Nei. náttúrulega bara ekki. Það bara býr til streitu og streita getur skapa rifrildi og rifrildi getur skapa alls konar. þú veist. 100%. Já, þannig að hérna, það er svona svo gott að vera bara búin að ræði þetta, taka samtalið. Það Viljum við skiptir hafa öllu máli, sko. gervitré, viljum við hafa alvöru, þú veist, viljum við hafa hamborgarhrygga, viljum við hafa eitthvað annað, þú veist, Já. og sko málamiðlun er alltaf best, þú veist, það bara hríslan er ömmur annarkvört ár og alvöru hinn, þú veist, og hérna, það er bara alltaf best að komast einhvern veginn að einhverju svona niðurstöðu sem að allir geta sætt sig við og þá er ég ekki að tala um að eitt sé alltaf ofan á Nei, og hinn lúffi, þú veist, það er ekki það sem ég á við. alls ekki sko og þessi jákvæðu samskipti og uppbyggileg samskipti þau styrkja náttúrulega sambandið Algjörlega, og erum við að snúa við, já, ok? þú veist að dæmi góð samskipti er einmitt við vorum fyrst með lifandi og svo dautt og Já, við vorum með lifandi alveg einhver 3 ár, já, svo fór ég að keypti þetta. já, Það hefur virkað fínt, sko. já, Tala hvað þetta er fallegt jólatrí. Ég þarf að taka mynd og sýna ykkur. já og þú veist að vera með að leifa okkur bara að spyrja sig líka þú veist, hvað sem mikilvægt er þetta fyrir mig Já, svo fyrir mig var jólalyktin ég get bara keypt með greni og þú veist, innan grein skilur já, varstu ekki búin að taka eftir, ég hef búin að já, Já, strákur. mm Já, ég veit það og hérna, já, stundur sættir maður sig við eitthvað og það þurfa báðir að gera það. og þarna líka skiptir máli að vera þakklátt og opinn og heiðaleg í því sem við erum að gera og þannig styrkjast tengslin í staðan fyrir að verða erfið sjálfsummunum í jólunum hvernig gerum við það?
Já, í allir þessari vinnu. taka bara ábyrgð á sér, hugsa sér, hlúa að sér, hugsa, já, þessi hugsa sig. Það var nú gott sem ein kona sagði sem var á ráðstefnu sem ég held, hún sagði sko, það er ekki nóg með að hugsa sjálf, hún var ekki að tala um mig sko, bara ég ætla að byrja á að segja það, já. Það er ekki nóg með að hugsa þig, heldur hugsaðu eingöngu sjálfa þig. Við viljum ekki vera þar. Nei, en við viljum að hugsa okkur og að sjálfsögðu fólki okkar. En sko, mér finnst það of gott og ekki endilega jólunum, en bara, þú veist, ég vil alltaf gert þetta á afmælinu mínu. Vinna ekki á afmælinu mínu. Það er bara nánast, það er undantekning ef ég gera það. Ég fyrir mjög oft bara í kringluna, í te og kaffi og sest niður með kaffibolla og horfi á fólkið, sko. Þetta er eitthvað sem að passar mér mjög vel. Þarna er ég einhvern veginn að hlaða batterið mín. Það er bara kaffi, rónæði og einhver getur hugsað rónæði kringlu. Já, bara 10:00 á morgni er það. En þú veist, þetta hugsun sig og líka annað af því að eitt sinn fekk ég alltaf mjög fá að pakka. Fekk ekki endilega að pakka frá fjölskyldunni minni. Vá, leiðilega. Og mér fannst það svolítið súrt. Þannig að þá komu fleig orð pallaflug eins og maður kallaður upp í hugan og hann sagði sko stop complaining, find a solution. Þannig að ég fór bara að gefa mér gjöf. Já. Og ég fekk alltaf eitthvað sem ég langaði. En svo hætti ég þessu. Einhver hluti vegna. Og þau byrjuðu upp á gjafir? Nei, það var ekki ástæðan. En það var raunin ástæð. En mér fannst þetta samt á sínum tíma var þetta mjög holdt og mjög gott fyrir mig. Þetta var svona self-care, þú veist, sjálfsumönnun, engin spurning. Þannig að hvað meira, þú sjálfsumönnun, en hvað, þurfum við að fara í jólaböðin? Nei, við rættum það síðast, það er svo sannarlega ekki. Það er bara, nei, bara sjálfsög ekki. Við þurfum ekki að gera neitt sem okkur langar ekki til. Þurfum við að éta okkur gat? Heldur betur ekki. Þetta er eiginlega horfælega spurningar. Nei, við þurfum svo sannarlega ekki að gera það og enginn ætti bara yfir höfuð að gera það því það er bara ekki holdt eða gott fyrir okkur. Er gott fyrir mann að vera í stressi að hlaupa milli jólaboða maður og vera og veist, að setja allt í eitthvað stress í kringum jólin? Og með munnin ofan í makkitóstósinni hámissi sigur. Já, að því maður er að drífa svo milli staða. Nei, en ég er ekki að segja fólk megi það ekkert, þú veist, fólk má gera það sem vill, en við eigum ekki, ef manni langar ekki eitthvað, þú veist, og þá þarf maður alltaf að skoða frá hvað staða kemur, skilurðu, en ef það er eitthvað sem ég finnst óþægilegt eða vil ekki, þá á ég náttúrulega bara ekki að gera það. Gott að taka hreyfingu yfir jólin, ekki gleyma sér. Nei. Og rosa gott að taka kaldapottin svona fyrir aðfangadagssteikina. Þeir segja það, ég hef ekki prófað en þá. Það er alveg svaðalega gott sko. Já, mögulega nokkur árið ég prófið það, en hver veit samt að ég er að gera alls konar nýtt. Já. Svo þurfum við að finna líka hvað þýða hátíðarnar fyrir okkur. Hvað þýða hátíðarnar fyrir þig? Frí. Kærkomi frí. Með fjölskyldunum, ég finnst bara æðislegt þú veist að sko eins og ég sagði síðast, ég vil helst bara vera í einhverju svona cozy galla, var einmitt að sjá einn áður við byrjum votbúðinni ég er að fara að kaupa þetta sko, þetta verður jólagalli minni ár og eitthvað svona cozy eitthvað og ekki það ég er búin að fá eitthvað borga fyrir að segja þetta? Nei, og það er máli við erum ekki þar, allavega ekki ennþá en ef ég sé eitthvað gott, eitthvað sem ég er frábært þá segi ég frá því annars svo þú með spurkóla þarna daginn, hvað er grínkóla ég hík ekkert við það og sko, ég meiri að sá eitthvað afsláttur á þessu fyrir fólk sem er að pæla í þessum hugleggingum en sko er það bara eitthvað mig líka, bara þig? Æ, þú veist, örgulega bara mig sko en þeir eiga pottið eitthvað á þig hún leynir á sér þessi búð hún er lítil, hún leynir á sér en býtu, ég er ekki búin ég var að segja, í svona einhverju kósigalla í sófanum að prjóna, það finnst mér skemmtilegast eða hekla, eða teppi, eitthvað svona og með einhverju góða mynd mér fannst alltaf geggja að vera með nógu konfett en núna ætla ég ekki að gera það af því ég er í heilsuátaki Þetta er átaki að lífstíl?
Ok, ég að byrja í átakinu, sjáum hvort það endi ekki lífstíl. Já, ég að vona það. En ég bara 17. nóvember þá gafst ég upp og hugsa, nei, nú ég hætt. Ég ætla ekki lengur. Og búin að taka á. Þannig ég ætla ekki að liggja. Sjá þig í fleiri ár heldur en ella. Já, ég hugsa það. Spennandi. Já, fyrir einhverja. Ég er ekki hérna í þessu eitthvað náttfata jól, sko. Við erum búin að taka það rosalega mörg jól. Ég var til að taka fín jól núna og taka á jóladag eitthvað svona náttfata eitthvað. Hvernig líst þér á það? Svo ég setið á spott hérna. Þetta þarfnast frekari umræðu seinna. Já, þetta er ekki dagurinn. Þetta er ekki dagurinn. En merkingi, mér finnst rosa gaman að vera fínn á jólunum og þú veist, ég fíla það. Þið finnst bara alltaf gaman að klæða þig upp. Nei, ekki alltaf. Ef það er eitthvað. Já, þá ert þú alltaf til í eitthvað svona skipti. Já, mér finnst það gaman. Ég veit það. En þú getur líka bara gert það. Ég get alveg verið mjög fín og sæti í þessu galla sem ég sá hann. Ég átt að sína myndir af þessu, sko. Ég set bara takli í hárið og slöfu. Þannig að merking jólana er þá hvað? Að allir mega gera það sem láka það sem vilja. Svo framalega sem þið líður vel og er ekki með neitt með því. Og góðvild og góðverk, er þetta ekki svolítið tími þess líka? Þú veist, að gera eitthvað fyrir náungan, byrja því? Sko, þú byrjaður að segja, tala eitthvað svona erfitt og leiðilegt í jólin. Þannig að ertu hérna, þú segir góðvild og eitthvað svona, ertu að reyna að falast eftir ég fari í grinsfötin og segir, það er glata. Nei. Þannig að nú erum við komin í svona aðeins betur part. Já, og svo endur við leiðilegum. Hvað er að fara að gerast hérna? Já, ég sá þetta. Já. Heyrðu, höldum okkur aðeins við þetta. Það ekki, finnst þér ekki gott að fá svona gott inn á milli og svo þetta er alveg planað hjá mér, sko? Jú, sko, eitt skemmtilegt. Já, sögur. 16 ára dóttir mín kom heima með vinkonu sinni. Já, áðan? Já, okay. og með verkefni úr framhaldsskólanum, það eru sest í Borgarholtsskóla. Já. Það sem er átt að gera góðverk. Já. Mættu heim og svo hefum við ekki fara út með hundin. Það held ég nú. Fóru út með hundin í göngutúru og eitthvað, þannig að talandi góðverk, það hefði greinlega verið að kenna þetta í skólum. Já, hvað ég er fegin að heyra það. Já, mér finnst þetta geggja. Áfram Borgó. Ég held að góðverk og góðvild eigi ekki vera bara á jólunum, en það er oft auðvitað fyrir fólk að byrja þar. Já, mjög oft. En okkur líður ótrúlega vel að gleðja aðra. Já. Það er, þú veist, það er svona fyrir mig allavega gildi og dýpri merking jólana. Já, og ég segi sko, kennum börnunum okkar þetta strax, þannig að þetta sé eitt af gildunum sem við setjum í þau, þú veist, að hjálpa náunganum, teygja sig út. Gera eitthvað fyrir einhvern annan, sko. Já, ég held að sé rosa mikilvægt að við gerum það, því að neyðin er mikil og ég sá að það var verið að setja ykkur 25 milljónir í einhver svona hjálparsamtök og eitthvað. Já, fallega ríkið. Já, ég menna þú veist að 25 milljónir er örugglega dropi í hafið með við neyðina, en það er samt bara geggja, það sé verið að gera það. Já. Og geggja ríki standi sig í því, þú veist, upp að þessu marki, en svo getum við líka bara, að því að maður vill alltaf setja ábyrgð einhvern annan. Það er ekki bara ríki að sjá það. Jú, svo sannarlega ríki að sjá það. En við getum líka. Ég held að sé nú alltaf svo mikið bröðl í þessu ríki að það við nennum ekki að tala um það, við erum að tala jólin. Það mun aldrei ná utan þetta, sko, en að ég held að einmitt að vera ekki að setja ábyrgðina á aðra og allir geta hjálpað einhverjum, sko. Já. Og það er gott samfélag, sterkt samfélag er samfélag sem stendur saman. Ég söng ekki Páll Óskar árið með ég að byrja með mér. Akkurat. Og það er, og þegar við myndum koma utan með þessa málflokka í sameiningu sem þjóða, þá getum við alveg leyst þetta. Ánefa, sko. Hvað þannig að við viljum hvetja fólk til að skoða, hver eru gildin ykkar á jólunum, þú veist? Já. Hvað viljið þið standa fyrir, þú veist? Já, og bara hvað þýða jólin? Akkurat. Fyrir fólk, af hverju höldum við jólin? Já. Hvað snúast þau? Og einhverja hefðir, af hverju erum við þessa hefð? Við vorum búið til nýja hefð. Já, mjög gaman. Halló, sko. Við erum búið að dreyma þetta lengi. Ég er svona að heyra fólki sem á svona fjölskyldur
af því að ég hef ekkert átt einhverja stóra fjölskyldu, bara langt frá, hittast alltaf að baka laufabrauð og ég held að bara, hittast og baka laufabrauð. Svo er ég bara að byrja hvað, af hverju er ég alltaf að pæli því? Af því mig langa það. Ég hef aldrei bakað laufabrauð og ég hef bara steikt laufabrauð, það er vist það sem maður segir, og aldrei borða það. Ekki þannig. En mig langar að gera þetta. Þannig að við erum bara Passar þetta inn í mataplanið? Ha? Passar þetta inn í mataplanið? Nei. Djúpsteikt brauð? Nei, svo sannarlega ekki. En ég, sko eins og minn þjálfari, sem er svo frábær, hann er líka frændi mín, sko, að hann sagði bara við tökum ekki svindldag, við tökum svindlmáltíð. Já, mjög gott. Þannig ég bæti þessu inn í eina máltíðina. Já, gott. En bara hálfu. Bara hálfu? Já. Já. Þannig að með því að skapa nýjar hefðir, að þá búið til eitthvað og við ætlum að gera þetta aflega hefð og annar hefð að fara að gera eitthvað annað, gera eitthvað alla sunnudaginn í aðvendunni. Það er svona sem við ætlum að fara að búa til. Já. Okkar jól. Já. Ekki jólin sem einhver annar ákvað. Nei, en það ætla ég rétt að vona ekki. sem ekki fara að gera það. Þá er það leiðindin maður. Já, sársökin. Er það ekki miklu fyrir ekkar heldur leiðindi? Það er ekki... Fyrstu jólin þetta skilnað. Já. Þetta er erfið maður. Geta verið það? Þau eru það alltaf. Þetta er erfið fyrir börnin maður. Já. Þetta getur ekki verið, þetta er bara erfitt. Já. Ég hef svo flott hjá einum daginn sem sagði sko að ég var með börnin þarna og makinn var með börnin þarna og svo ætla ég bara að leyfa börnunum að hlaupa á milli eins og þau vilja. Og ótrúlega fallegt sko. Já. Já. Þú veist að vera ekki ofupptekin af sjálfum sér þarna heldur af því sem skiptir máli sem eru börnin. Börnin kuss ekki skilnaðinn. Nei, þau borga alltaf brúsan. Þau voru ekkert að biðja um að skilja við einn en einn. Nei. Þannig að þarna eru tilfinningalar áskoranir og þarna er líka að skapa nýjar hefðir. Tækifæri. Þú veist. Ég man mín fyrstu jól eftir skilnað. Já, ég man eftir þeim líka. Þá hafði ég, eins og ég kalla það, samið af mér. Af því að sko, það er svo stór fjölskylda hinum megin. Og ég hugsaði, það verða allir, með þess að frænkurnar utan að landi. Það er svo miklu skemmtilegra fyrir börnin að vera þar. Sem að voða pottitt var. Þannig að ég sagði bara, heyrðu, þú tekur fyrstu jólinu eða ekki? Og bara, jú, ekkert mál. Og svo fattaði ég. Ég er bara ein. Já. Ég átti enga fjölskyldu, ég gæti ekki fara neitt. Þá komst þú. Verður ekki bara hjá okkur á jólunum? Þannig ég var með þér, heima hjá bróðinum og þáverandi, konu hans. Manstu hvað gerðist? Já, býtu, ég er ekki búin með söguna mína. Það er pláss fyrir þínu. Nei, og mamma þín, og systir þín, og drengirnir hennar, og öll börn bróðins og sonur þinn og við vorum hérna öll saman og ég satt hérna, var að hitta megna þessu fólki fyrsta sinn og það var rosalega notalegt og skemmtilegt, þetta var öðruvísi að sjálfsögðu og ég var með hérna litla kútin þeirra sem að hafa nú aldrei vilja að neitt held á sig nema foreldrar en börn og gamalmenni þau elska mig og svo bara allt inn á baka hurina. Já. Taktu nú við. Það var barna næra henni sem var í öndunarstoppi. Já, bara hefði kapnað eitthvað. Við bræðirnir löpum niður og bróðum með hnoðaða í gangarna á aðfangadag. Já, það var rosalegt. Ég ætla að segja 911 með 112 í þetta var rosalegt sko. Já. Sjá barni lífgast við og fóreldrarnar í fári eðlilega. Já, myndi ég vilja lenda í þessu. Þetta hafi verið versti og jáfnframt besti aðfangadagur í lífi þeirra. Já, akkurat og það var rosalega tilfinningaþrungið og mögnuð jól sko. Já. En þessi jól eftir skilnaðin þau svona, já, þá þetta gerði þér það að eiga svona frábæran vin eins og mig. Sem að bjarga í jólunum fyrir þér. Ok, rólegur.
En gerðir þau öðruvísi en ég hafði planað. Já, bara ekki bjarga þeim. En ég held samt að sko, ég hefði alveg púla hitt, þú veist, að vera ein og eitthvað svona. Ég samt mjög mikið jólabat sko, hef alltaf verið. Það er púla, það eru vilja. Já, nei, eða þú veist, þetta getur alveg verið eins og annar miðvikudagur, fattar þetta er líka hugafar. Af því það eru margir sem fari gegnum þetta, þurfa að vera einir. Það er fólk að hugsa það sko. Já, fyrstu skilnaðjólin og ég held að þetta sé bara erfitt sko. Já, ég er ekki að segja að sé það ekki skilur, en ég er að segja að þú veist að sumi þurfa að ganga gegnum þetta og þurfa að fara gegnum það. En við áttum nú vinn sem að var einn þarna, ég held ég að sett voru síðast, við hittum hann bara og segðum það verður engin einn á jólunum, allavega ekki sem þekkir okkur, það er engin einn á jólunum sem þekkir okkur. Já. En auðvitað púla maður það, en maður þarf að fara gegnum það. Auðvitað gerir maður það, en það er samt alltaf erfitt. Já. Og það er líka svo gott að gangast við því. Já. Þú veist að það er miklu auðvitað að koma sér í gegnum það sko. Og það er þetta, þú veist líka að láta þetta snúast börnin. Já. Ekki vera að rífast þau á jólunum. Nei, og þetta snýst náttúrulega ekki alltaf bara fólk sem er skilið, það er bara yfir höfuð bara verið ekki að rífast á jólunum sko. Já, nákvæmlega. Það skiptir ótrúlega miklu máli. Það er eitthvað að mæknum mínum. Það er kannski að þegar Teddi var hérna undan mér, hann er ekki alveg, við stiltum hann ekki. Já. Og svo hann fyrir andlinn á mér, það var reyndar vísvitandi gert. Já. Og það er svona hérna, þegar við náum að vera á þessu stað, að vera í sko, í samvinnu með börnin og jólin, það er ótrúlega gott. Já, bara að sjálfsög. Já, en þetta er samt alltaf erfitt og þarna kom upp minningar og þarna geta komið upp líka sjálfsásakanir á þeir sem vildi skilja. Já. Eyðileggja fyrir börnunum og eitthvað svoleiðis. Já, ég held að það er þetta sem þú varst að tala eins og með sorgarferlið. Þú veist þetta sem kallast stig sorgarinnar. Já, en þú nefndir þetta eitthvað samningaviðræður eitthvað. Já. Að við erum svo oft í höfðin á okkur, þú veist að jafnvel ásaka okkur. Já. Skilur eða hvað það er, þú veist að eiga eitthvað svona samtali í höfðinu. Hvað ef ég hef ekki gert þetta, þú veist nú er allir þjást eða eitthvað svoleiðis. Þetta hjálpar okkur aldrei, þetta skilur okkur ekki neitt. Og það er svo mikilvægt einhvern veginn, þú veist að við náum samt, þú veist að svona halda svolítið á okkur í gegnum þetta ferli líka, þó svo að maður sé kannski sá sem að valdi skilnaðinn, en við þurfum að halda okkur í gegnum allt ferli, öll ferli, eða skilur allt ferli. Og það er líka bara mikilvægt að vera með þetta opið við börnin. Leyfa þeim að tala þetta, leyfa þeim að finnst þetta erfitt, að leyfa þeim að tala og sína skilning og stuðning. Og leyfa því að taka pláss. Já, og veita líka bara að jólin munu líða hjá að það er erfitt. Já. En umfram allt kannski líka þarna að þú tekir einhvern sem er nýskilinn, sem er nálægt þér og aðtuga hvernig verða jólin hjá þér. Það er ótrúlega fallegt. Já, ég meina við höfum alltaf verið með fólki okkur jólunum meila, nema hvað í fyrra voru bara með börnin. Já, og núna eins og staðan núna allavega. Já, en þú veist það, annars höfum við alltaf verið með fólk, alltaf. Já. Þetta eru orðin alveg, hvað er þetta ekki jól númer 12? 12? Já. Vá, hvað það líður maður. Já, vinur minn, það sést framan í þér og rökkunum, ekki mér. Hvað getur fólk gert? Það getur farið í ræktina, það getur farið og gert eitthvað fyrir sjálft sig. Já, farið í diametika bara. Já. Ég er ekki búin að þessan, sko. En það getur líka farið í nutt eða farið í snirtingu, gert eitthvað fyrir sjálfa sig líka. Engi spurningi á mitt tíma í nutt á föstudaginn. Já, það kemur ekkert óvart. Ég er orðið mjög dugleg að hugsa sjálfa minni bara. En hérna eitthvað meira bara jólin. Bara látið við snúast kærleika. Já. Bara númer 1, 2 og 3. Kærleika, gleði. Umburðarlyndi. Já, njóta, þú veist, og gleðja aðra. Út með illsku og hatur. Já, spilum þetta svo bara. Inn með gleð og frið. Já.
Er það ekki það er góðu gömlu jólalögin, það kom mann í gýri. Hvað er upp á þessu jólalagið? Fyrir utan ef ég nenni. Þú spurði síðan nefnilega. Fyrir utan það Já. hlýtur að vera eitthvað með ladda bara allt með ladda. Hann er bara snillingur. Já, hann er æðislegur. Já, bara hann að rífu skaft og hann Jólatri. Já. Það ekki? Jú, bara... Við segjum þetta lokaorðin í kvöld, ótrúlega gott að vera þetta með okkur. Við ætlum að kynna svolítið nýtt hérna í næsta þætti. Sem að þú veist ekki neitt sem ég ákvæði í dag. Milli viðtala. Já, ef við sjáum til hvort það verður. Og það er date mánaðarins. Og ég er búin að tala við einn veitingastað sem ég ætla ekki að segja hver er. Sem verður með einhvað tilboð fyrir okkar hlustendur. Á mánudag, þriðjudag, miðvikudegi, því við erum alltaf að segja að fólk vera á datum á mánudag, þriðjudag og miðvikudegum. Þá er alltaf 2 for 1 út allt eða afslættir. Já, og þarna ætlum við að vera með einhvern sérstakann stað. Já. Sem að við verðum með hérna. Ég held ég viti hvað það getur verið. Þú veist hvað það getur verið, en þú veist ekki hvað það er. Nei, ég kunni einu sem svona eitthvað tákmál. Þannig að þetta verður spennandi og hérna fylgist þið með. Gleðileg jól og ekki gleyma að taka þátt í leiknum. Alls ekki. Hvað þarf maður að gera til að vinna? Læka myndina. Vera með, þeir fiska sér róa. Já, læka myndina, læka lausnina á Von Ráðgjöf og Samstarfsalina og taka vini. Taka. Glæsilegt, meira þetta á föstudaginn á Instagraminu okkar. Þangað til, það var gott. Lausnin fyrir þig.